Já, komið þið sæl. Þetta 7. þátturinn velferðina. Ég heiti Þorkell Sigurlaugsson og formaður velferðarnefndar Sjálfstæðisflokksins. Það núna stutt í kosninga og við erum á fullu í kosningabaráttunni og erum þar að leiðandi að fjalla ýmis mál sem að betur mega fara í heilbrigðiskerfinu og ég mun dvelja við það núna næstu 2-3 þætti að fjalla slíkt. En til mín kominn Davíð Þórisson, læknir á bráðamóttöku og hann einn af tveimur sem að stofnuðu fyrirtækið Leviosa og hann ætlar að segja okkur svolítið frá þessu og sínu starfi og ég ætla þá að bjóða þig bara velkomin Davíð til okkar. Takk fyrir. Og spyrja þig til að byrja með hvað hefur drifið á þína daga þessa 4 áratugi sem að þú hefur verið að störfum eða verið frá því þú svona ólst upp og svona hvers vegna fórstu í læknanám og svona hvað hefur drifið á þína daga? Það er mitt. Ég var að taka stafrófsröðu eða tímaröðu. Já, ekki að taka tíman bara á þetta. Já, ég nú fæddur í Reykjavík og ólst upp fyrir daga tölvutækninnar en ég á marga myndir af með það sem ég sitt við svona vélritunar iðju heima hjá af og ömmu. Amma var bókasafnsfræðingur og afi var kennari í MR. Það var mikið skipulag á heimilinu en mér var kennt snemma að hugsa svona agað og hafa hlutina á rétta. En ég var mjög snemma hrifinn af tölvunni síðan kom Sinclair Spectrum hana fljótlega með gummitakkana og mér fannst miklu skemmtilegra að forrita heldur en að leika mér. Og það þróaðist þannig að ég forritaði lengi vel og ákvað síðan að skella mér í háskóla og langaði nú alltaf að vera læknir. En hugsaði með mér að það væri skemmtilegra að vinna með fólk í 8 tíma á dag heldur en að sitja við tölvuskjá. Þannig að ég valdi læknisfræðina. Og svo kom nú bara daginn að ég þegar ég byrjaði að vinna sem læknir, þá satt ég mest við tölvuskjáin. En segðu mér þá, Davíð, hvernig æxlaðist það að þú hvernig var með námið og þessi áhugi á tölvumálum, sko, hvernig þróaðist þetta svona í náminu? Nú varst þú starfandi eitthvað erlendis eða ekki, hver var þín reynsla þar af svona upplýsingatækni og þróun þeirra mála? Jú, ég lærði út í Lundi, lærði það til sérfræðings í bráðalækningum, var þar í 5 ár. Tæknin var nú svona á sínum frumstigum þar, en það voru risastór sjúkraskrárkerfi frá risanum Siemens sem við unnum með og það var svona vefurinn að allur að fara af stað. Þetta var, samfélagsmiðlarnir voru að vakna til lífsins og fyrstu stóru tæknirísinu voru að verða raunverulega stórir og það var svolítið gaman að fylgjast með hvernig þarna gátu svona hobbyforritar eins og ég var, gátu fara að leika sér svolítið að búa til lausnir. Að aflið, hvað segir maður svona, empowering the user, það að segja að notandinn gat fara að taka þátt í að þróa lausnir sem annars voru gerðar bara í myrkum hornum forritara. Það kannski svolítið lykilatriði að Leviosa verður til að ég kem þarna heim úr Sennami 2013, byrja að vinna á bráðamóttökunni og mest frústraður á því að ég sit við tölvuskjá allan daginn að þjónusta sjúklinga því að skráning og að gera nótur og beiðnir og þess að þetta tekur alveg gríðarlegan tíma. Og það í þeirri frústrasjón sem ég ákvað að taka málin í mínar hendur og reyna að búa til einhverja lausn sem að tækla þetta. En var þetta þá ekki eitthvað sem almennt læknar og heilbrigðisstarfsfólk kannski ekki að kvarta mikið yfir en finnum fyrir að tefjandi og kannski skapar erfiðleikar svona í þessu klíníska og svona læknisfræðilega hluta starfsins? Svo sannarlega, það tengdu allir við vandamálið þegar ég var að ræða þetta við kollegana en það var mín upplifun að fólk væri bara svolítið samdaunað þessu að þetta eru bara ríkislausnir, það eiga að vera hægvirkar, það eiga bara rétt að skrölda í gang og fólk gerði ekkert kröfur meira. En á þessum árum eru síðan alltaf upp eins og Facebook að þróast hratt og við erum fann að panta bíómið á netinu og síðan flugferðir á netinu og við erum fann að skilja skattframtalinu á netinu í uppum í símanum og
að sama tíma verður eiginlega engin framþróun í sjúkraskrá og þetta er ekki séríslenskt vandamál, þetta er líka þekkt erlendis og það er til dæmis til margar erlendar rannsóknir sem að segja að alltaf 50-70% af tíma læknis fer í skráningu, að sitja við tölvu og gera nótur. En það sem við síðan svona smá hliðarspori, ég fór að vinna fyrir gæðadeild spítalans og tölvudeild spítalans og tók þátt í að þróa sjúkraskrárkerfi þar inni sem var mjög skemmtilegt og vann þar mjög náið með foreldraunum og við náðum býsna góðum árangri af því að þarna var komið svona nánd við klínikina að lausnir voru þróar út frá vandamálum sem að ég var að horfa á vinnustæðnum og við náðum að betrumbæta fækka músaklikkum bara. Já. Það var eiginlega svona lykilatriði að því að ríkiskerfin eru svolítið hönnuð af fólki sem hefur ekki hitt sjúklinga og þó þessi klárir foreldrar og snjallir verkfræðingar að þá samt lykilatriði að dómein þekkingin sé til staðar. En þá kannski, þú lýsir þessu, nú hefur þú bæði reynsluna sem læknir en líka þennan áhuga og kannski líka þekkingu á hugbúnaðarkerfum og þróun þeirra. Líturðu þannig á að þetta sé stórkostlegt tækifæri í heilbrigðiskerfinu af því það er alltaf verið að tala um að auka framleiðni, afköst eða hvað við köllum það og skilvirkni og gæði og svo framvegis. Þróun upplýsingakerfa, ætti það ekki að vera þá eitt af forgangsverkefnum í heilbrigðiskerfinu að fjárfesta í því og það er gott að fjárfesta í steypu og allt er leið með það en eru þessir innviðir ekki vanræktir? Ég er ekki hlutlaus í þessu. Nei, ég er nú bara líka, þetta er mín tilfinning eftir að hafa hlustað á Þorbjörg og Helgu tala um þetta á flokksráðsfundi hjá okkur og Björn Sóvika læknir sem að þekkir bæði Landspítalann og Karolinska að þetta eru mjög mikilvægt að horfa á þessi kerfi og þau eru svolítið munaðarlaus sem maður getur orðað að svo á milli Landspítala, sjúkratrygginga, lækna. Þetta er svona heimur sem eru margar eyjur sem tengjast illa saman, ekki satt? Jú, það er bara orðið þannig með læknisfræði í dag að þú ert að vinna svo mikið með gögn. Bara gögn eru orðin stór hluti af sjúklingavinnunni. Já. Og þá þarftu fyrstilega að búa til gögnum með því að skráða inn og svo þarftu að geta að lesa úr þeim og tekið út gögnin sem skipta máli fyrir sjúklingin sem þú ert að vinna með að hverju sinni. Og það segir sér sjálft að ef þú ætlar að ná einhverju framleiðni í þessu þá þarftu að vera með kerfi sem að vinnur með notandunum. En það er til dæmis margir notendur tala um að þeir þurfa endalaust að læra á kerfin og þessu það flókin að það takir tíma fyrir það að ná svona litlu fítversunum þannig að það oft er notandinn að beygja sig átt að kerfinu meðan það ætti að vera öfugt. Og mér er svolítið gaman að líka þessu við flug heiminn þar sem að það eru til sérstaklega flugverkfræðingar sem eru að vinna náið með flugstjórum til þess að hanna flugstjórnarklefan, cockpitin og þá hverjum einasta takka í flugstjórnarklefunum hugsun. Bara þessi takki settur þarna vegna þess að hann þarf að vera aðgengilegur flugstjórnum sem kannski að lenda velinni í stormi. Og það nánast þannig að flugstjórn getur lent með bundi fyrir auguna því að hann þekki stjórnborðið sitt út og inn. Og það var svolítið gaman einhvern veginn fekk ég far með vinum minni til Toronto sem var að fljúga einni 757 flugvél. Og hann sýndi mér að fyrir aftan þá var hann með svona verkfærakassa þannig að ef einhver takkiði bilað þá gat hann tekið úr skrújárn og fiktaði í stjórnkerfinu og lagaði það. Já. Og þetta það sem við þurfum í læknisfræðinni þá okkar megintól, okkar flugstjórnarklefi sjúkraskrárkerfið. Þar erum við að vinna með þessi gögn sem eru lykillinn að því að geta unnið með sjúklinginn. Já. Og það þessi fjallað frá hönnunin á kerfinu og notandunum sem hefur og þetta er ekki bara mín skoðun, þetta svona samdóma álit ef maður les með þessi fræði að það vanti meiri dóminn þekkingu inn í sjúkraskrárkerfin. Já, þetta er mjög áhugavert vegna þess að við Íslendingar erum mjög framalega náttúrulega með gott heilbrigðiskerfi í grunninn og við erum mjög framalega í upplýsingatækni. Mörg fyrirtæki eru að ná stórkostlegum árangri alþjóðlega og þannig að við erum með gott menntakerfi á þessu sviði. Þannig að við eigum að hafa öll tækifæri til þess að gera þetta heilbrigðiskerfi okkar
svona til fyrirmyndar og geta þess vegna markasetta eða kynnta sem góða fyrirmynd erlendis. En það virðist vera svona, umræðan ekki mikið þarna. Það er ekki verið að tala um mikinn skort á hjúkrunarfræðingum, skort á læknum, skort á peningum, það vantar betra húsnæði. Maður heyrir engan tala um þetta raunverulega sem vandamál. Og það er gott að heyra þetta vegna þess að ég held að minnsta kosti við sem flokkur, Sjálfstæðisflokkurinn, erum að leggja mikla áherslu á það að það með ekki bara horfa á að fá peningin, heldur í hvað á að setja peningin. Þannig ef það á til dæmis að bæta þetta og setja 100 milljóna, sem ekkit óeðlilegt í þennan þátt, þá þarf að setja áætlun það hverju skilar þetta og hvaða árangur er af slíkri fjárfestingu. En það ekki, maður heyrir ekki kvartað innan spítalans mikið þetta tilfelli. Maður talar vanti gjörgæslurými, það mikið álag á bráðamóttöku, en þetta svona grunnkerfi virðist ekki vera, og nú hefur maður haldið að það væri tiltölulega auðvelt að halda utan þetta vegna þess að hér eitt stór ríkisspítali. Þannig að það ekki eins og það sé neitt mikið flækjustig að þurfa að samræma þetta á milli með margra stofnana. En það þetta er ekki að takast. En þegar þú ert með Leviosa og ert að vinna með það, hver er þín framtíðarsýn með það og hvernig heldur að til takist? Hefur þetta fengið góða einkunn eða góðan stuðning það sem það hefur verið að gera? Já, það eru tveir hópar. Við höfum fengið mjög góðan stuðning hjá læknum og hjúkrunarfræðingum sem hafa séð lausnina, þess að við kynntan á, og það erum bara með nokkra runni á hliðarlínu sem að bíða spenntir eftir að fá notið þetta og vilja helst fá þetta bara á morgun. Og við erum svo sem ekki hissa á því, við erum að hanna lausnina út frá því hvernig þeir vinna, þannig að þetta er bara lausn hönnuð fyrir þeirra starfsumhverfi. En síðan það stóra batteri sem að getur verið aðeins flóknara að eiga við, og þar erum við svolítið að rekast á það að það er stjórnendakeðja sem að með fullri virðingu hefur ekki alveg fullan skilning á tækninni eða potentialinu, möguleikum tækninnar, og hefur þess vegna ekki sett þetta í forgang. Eftir því sem þú spyrð yngri stjórnendur, þá muntu finna að það er allt annað viðhorf hjá þeim yngri. Þeir skilja þetta svo vel og átta sig svo á hvað er hægt að gera með þetta. Já. En þannig að það er ekki, það bara finnst mér bundið við margs konar stofnanir og reynir bara, svona kerfið einhvern veginn ekki alveg átt að sjá því hvað mikið möguleiki í þessu. Og sama tíma við að horfa á það núna eftir COVID, og það var sprenging í heilsutækni, og það var blessunarlega var það tækifæri fyrir marga stjórnendur átt að sjá því hvað tæknin gat leyst mikið af hlutum. Þessi QR-kóðar á flugstofunum og að nota fjarheilbrigðistækni eða geta að tala við sjúklingin út á landi í gegnum myndavél. Þetta náttúrulega opnaði augum þeirra fyrir því að þarna voru sóknarfæri. Og ég veit að í til dæmis Þýskalandi núna verið að dæla milljörðum og aftur milljörðum evra í að bæta innviði heilbrigðiskerfisins með tækni. Já. Og svo mikið að það var haft samband við okkur og spurt hvort að við hefðum eitthvað fram að bjóða. Þannig að ég eins og við höfum oft verið að tala um að það er svo óbúslega mikið tækifæri fyrir okkur, annars vegar að bæta okkar innviði og síðan að fara í útrás og taka þátt í þessari bólur sem að myndast erlendis. Þarna eru peningar upphæðir sem að eru gríðarlegar, og bara að ná lítilli prósent af þessu köku geti skilað hellings í þjóðarbúið, held ég. Já. En það er gott að heyra þetta vegna þess að mín reynsla er svo, ég er nú búin að starfa í stóru fyrirtæki sem að þurfti að breyta sínu hugafari, og það var einmitt þetta sem að gerðist, að menn áttuðu sig á því að það þurfti að hugsa hluti algjörlega upp á nýtt, og ég held að það sama þurfi kannski að gera í þessu kerfi hjá okkur í heilbrigðiskerfinu yfir höfuð, að við þurfum að leggja bara áherslu pólitískt á fjárfestingu í innviðum í upplýsingatækni. Stafrænt Ísland þarf að ná inn í heilbrigðiskerfið. Við þurfum að nýta frumkvöðla og sprotafyrirtæki sem geta orðið öflug. Það þurfum ekki að tala bara fyrirtæki eins og Kerecis eða Controlant og hvað þau heita,
að það er hægt að ná gríðarlegum árangri með því að tengja saman þekkingu okkar í upplýsingatækni og sjá bara það sem íslensk erfðagreining er að gera til dæmis, að færa þessa hluti alvogen. Við erum náð miklum árangri á mörgu leyti, en við erum ekki að nota þetta í heilbrigðis- og líftækni almennt til þess að við lítum ekki á heilbrigðiskerfið sem svona vehicle til að stunda nýsköpun og þróun, að gera verðmæti úr heilbrigðiskerfinu en ekki bara líta á heilbrigðiskerfið til að lækna fólk og þetta sé bara útgjöld. Þetta er svo við höfum oft talað að marel, þeir veiða ekki meiri fisk, heldur þeir nýta fiskinn betur. Það er akkurat það sem við höfum að gera. Við höfum að nýta kerfið betur. Já. Við erum bara 360.000 manns, við erum lítil borg í Svíþjóð. Við höfum alla resursar til að vera með öflugt kerfi og að það fungeri vel án þess að vera alltaf á hliðinni. Já, menn tala borgarlínu, menn erum með skipta skoðanir hana, en hugsunni þar er svipuð og það er líka þá spurning hvaða leiðir menn fara í að þróa þetta. Það þarf náttúrulega að velja ungt fólk til liðs við þetta verkefni. Við sjáum það nú bara eins og með þróun háskólastarfs að það er unga fólkið sem kemur inn með nýja þekkingu í upplýsingatækni til Íslands og breytir viðhorfunum og það er kannski engin atvinnugrein sem þarf meiri endurnýjun og að nýta ungt fólk en einmitt í upplýsingatækni. Þar er framþróun eins og gríðarlega hröð og búin að vera síðustu 5-10 árin. En hver er framtíðarsýn þín með ykkar kerfi og þeir eru að vinna þetta eins og oft vil verða sem frumkvöðlar og verjið eflaust helgum og kvöldum í þetta með að þeir að vinna annað á daginn. Er það að sjá fram á einhverja áfanga núna á þessu og næsta ári í þessu verkefni? Hvaða fjármögnun hafið þið fengið? Já, við fengum styrk frá Tækniþróunarsjóð upp á 50 milljónir og erum með 2 ára verkefnaáætlun þar að klára vöruna og koma henni í notkun. Og við fengum reyndar styrk úr heilbrigðismóti upp á 15 milljónir til þess að innleiða þetta á Landspítalanum. Það reyndist aðeins erfiðara heldur en átt að vera. En þannig að við erum styrkt í rauninni bara eins og og erum að nota þann pening til þess að koma þessu bara í notkun og búa til proof of concept, og ef við náum þeim tölum að þá stefnum við að fara erlendis með þetta. Já, það er nú oft þannig að eins og Cara Connect og fleiri, sum þeirra hafa, ég segi ekki flúið erlendis, en hafa þurft að fara erlendis vegna þess að þar hefur verið tekið betur á móti þeim heldur en hérna heima. En ég held að Landspítalinn, eins flottur og góður hann er, að hann þarf að verða tæki og svona jarðvegur fyrir nýsköpun og þróun og taka því fagnandi. Og það verður bara óskandi að við næðum því betur þeim árangri og þurfum að leggja áherslu á það. Það er bara að við má skjóta inn líka þegar Landspítalinn er eini svona útungunarstöðin á Íslandi. Það er engin annar Landspítali, þannig að Landspítalinn hefur alveg gríðarlegum skildum að gegna gagnvart nýsköpunarfyrirtækjum. Og það er eiginlega, það er reynst okkur svolítið erfitt að svona mikið byggir á bara geðþóttun ákvörðunum hjá stjórnunum. Það vantar einhverja stefnu, það vantar einhverja aðhald, einhver sem að segir við Landspítalann þið þurfið að veita nýsköpun gengi og styðja við þau. Já, og þetta er náttúrulega þannig að Háskóli Íslands og reyndar Háskólinn í Reykjavík líka, þeir vinna í samstarfi við Landspítalann í ýmsum verkefnum og þá að byggja upp heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands við hlið Landspítala. Hlutverk Landspítalans er að sinna heilbrigðisþjónustu, bráðaþjónustu, erfiðustu þjónustu sem að er á landinu. Öðru lagi þarf hann að sinna rannsóknum sem er partur af þetta svona verkefni og síðan kennslu. Og hluti af kennslu er þetta líka að kenna nýja hluti og innleiða nýja lausnir í upplýsingatækni. Þannig að maður hefði haldið að þetta ætti að vera eitt af lykilverkefnum Landspítala og Háskóla Íslands og háskólana
Það að vinna með þessari öflugu ríkisstofnun að tæknilausnum. Það er svolítið hugafarsbreyting sem að þarf. Það er, ég meina, þú getur ímyndaðir, hvort heldur þú að ég sem notandi eða læknir á bráðamóttökunni sem er endalaust að berja í tölvuskjána þegar ég er að berjast við hérna tölvukerfin eða einhver forritur út í bæ hafi meira áhuga að laga þetta. Og það sem ég reyna að segja er bara að þá að veita þeim sem hafa þennan brennandi áhuga að laga vandamálin meira brautagengi. Það á ekki að vera þannig að einhver sem að vill laga hlutina sé að berjast við vindmyllur. Og það þarf bara þessa hugafarsbreytingu og það er alveg hægt að vera sérfræðingur á mörgum sviðum þó þú sett með háskólagráðinu í læknisfræði þá getur alveg tekið þátt í að búa til hugbúnaðarlausnir og leyst vandamál í gæðavinnu. Og af því ég veit að það er svo margir kollega mínir, bæði læknar og hjúkrunarfræðingar sem að hafa brennandi áhuga að laga hlutina. Já, en þetta er bara fínt. Ég hef ekki að hafa þetta bara lokaorðin að raunverulega þarf að setja upp sko bráðadeild innan Landspítala sem að sinnir upplýsingatækni og það er að vera markmið að nýra ríkisstjórnar að horfa mjög sterkt á það hvernig er hægt að nýta upplýsingatæknina til að gera lífið auðveldara fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Já. Og ég bara þakka kærlega fyrir komuna og vona að áhorfendur hér hafi haft ánægju af og segi bara góða stundir og sjáumst aftur fljótlega. Verið bless. Takk.